Fersk jarðarber með 50% afslætti. Netto. Sæl og verið velkomin í Suðurnesja Magasín. Apríl senn á enda og vorið löngu komið hér á Suðurnesjum. Framundan fjölbreyttur þáttur. Við heimsækjum lítið fjölskyldufyrirtæki sem framleiðir ýmislegt þar sem íslenskar jurtir koma við sögu. Við förum einnig á listahátíð barna í Reykjanesbæ, fáum innslag frá Árna Þór sumarvinnu ungmenna, en við byrjum í flugstöð Leifs Eiríkssonar þar sem vöxturinn heldur áfram og allt á fullri ferð. Það óhætt að segja að fjörið haldi áfram á Keflavíkurflugvelli í takti við vöxt ferðaþjónustunnar sem enn talsverður. Stjórn Isavia samþykkti nýlega áætlun þar sem gert ráð fyrir framkvæmdum fyrir 30 milljarða til ársins 2021. Þessum framkvæmdum ætlað að mæta þeirri farþegaaukningu sem gert ráð fyrir næsta áratuginn. Í þessum framkvæmdapakka gert ráð fyrir nýrri byggingu fyrir farangursflokkunar og skimunarstöð austan megin við norðurbyggingu flugstöðvarinnar og verði tilbúin í árslok 2020. Einnig áformað að bjóða út á þessu ári framkvæmdi við áframhaldandi breikkun tengibyggingar sem áætlað að verði tilbúin í árslok 2021. Alls nemur kostnaður við þennan framkvæmdaþátt ríflega 30 milljörðum króna á næstu 3 árum. Í öðrum áfanga uppbyggingaráætlunar áformað að bjóða út innan 2 ára framkvæmdi við farþegaafgreiðslu í nýrri byggingu sem rísa mun norðan við núverandi flugstöð og sömuleiðis nýrri komu og brottfarar álmu austur af henni. Áætlað að byggingarnar verði teknar í notkun í áföngum á árunum 2023 til 2025. Í sumar fljúga til og frá Keflavíkurflugvelli 28 flugfélög, en áfangastaðir í boði frá Keflavík tæpir 100. Það hlýtur að vera magnað í landi þar sem búa rúm 300.000 manns. Við ætlum í næstu þáttum að taka púlsinn af gangi mála og ræddum stöðuna aðeins við Guðmund Daða Rúnarsson, framkvæmdastjóra tækni og eignasviðs Keflavíkurflugvallar. Daði, við erum hérna í einni nýrri álmunni í flugstöðinni. Hvað voruð að klára núna nýlega, getum við sagt, í byggingum í flugstöðinni? Já, hérna erum við í stækkun suðurbyggingarinnar, það sem við vorum að byggja nýja 7.000 fermetra og breyttum 5.000 fermetra til viðbótar. Og aðal markmiðið hér var að auka bara þjónustugæðin okkar og afkastagetuna yfir landamærin sérstaklega, þau tvöfölduðust í stærð. Og svo bættum við upplifunni hérna við hliðin sem við erum að horfa inn í kringum okkur. 30 metra breytt í staðinn fyrir 8 metra á gamla landganginum sem hér ennþá. Þannig að þetta snerist allt farþegann sem hér framkvæmt og bara auka þjónustu frambúðið fyrir þá. Hvað ég veit þetta allt stóra tölur, ertu með eitthvað tölur á þessu eða? Þessi bygging endar í 5,4 milljörðum og hérna reist á 3 árum. Þannig að við teljum okkur hafa staðið okkur gríðarlega vel í að koma inn hratt upp og á mjög góðu verði. Hvað þýðingu, hvað þetta að leysa svona mest? Já, við erum hlutlega að vaxa sem tengistöð og einn lykilatriði í að vera tengistöð milli Evrópu og Ameríku að farþegar þurfa að fara yfir landamæri þegar þeir fara á milli þessara 2 heimsálfa. Þannig að við vorum að tvöfalda landamærin til þess að tryggja tengitímana fyrir okkar stærstu viðskiptavini. En að samaskapi vorum við náttúrulega að byrja á því að gerbreyta upplifuninni í kringum hliðin hjá okkur sem hafa verið barn síns tíma og erum að færa þetta hér svona í alþjóðlegan staðal eins og sér á flugvöllum erlendis. Ef við höldum áfram að tala framkvæmdir, þú ert að tala þessa stóru framkvæmd, hvað þá svona, eitthvað í gangi núna sem byrjað eða hvað næst? Herðu, það sem næst í gangi sennilega að við vorum núna að bjóða út hönnun á að halda áfram með þessa framkvæmd sem við stöndum í hér. Það að segja að klára landganginn frá hér sem við stöndum og í norðurbygginguna, það að segja það sem fólk innrita sig og kemur inn í landið aftur. Og hugmyndin eins og hún núna á borðinu að klára að hafa allan landganginn í þeim staðli sem við erum að sjá hér í þessari breytt. Hann náttúrulega mjög mjór þessi gamli. Mjög mjór og hann var aldrei hugsaður til að vera að flytja fólk á milli 2 bygginga. Þegar hann byggður 86 þá var þetta eingöngu hugsað fyrir 6 hlið og mjög góður sem slíkur og svo breytt út forsendur og við erum í rauninni bara að vinna okkur aftur núna upp í það að auka þjónustugæðin hérna. Og hvað þá næst, svona getum við sagt,
á listanum hjá ykkur? Þetta eru milljarða og tugmilljarða framkvæmdir. Hvað Já, það sem liggur Mér erfitt að fylgjast með þessu. Þetta svo mikið. Já, það sem svo næst væntanlega á dagskránni eftir því, það að við þurfum að breyta farangursskimunarsvæðinu. Það að koma hér á árunum 2020-2022 nýjar reglugerðir og staðlar í farangursskimun, þannig að við þurfum að byggja nýtt húsnæði undir það sem við þurfum að hefjast handa við í haust. Þannig að það svona næsta framkvæmd á eftir þeirri sem núna í hönnunarútboði sem kemur á eftir. Og það einhverjir margir milljarðar í viðbót? Já, við erum náttúrulega með frumkostnaðaráætlun en við getum sagt að þessar tvær framkvæmdir eru 20 milljarða. Verða að lauma einni spurning á því sem oft í umræðinni og þessi umræða annan flugvöll. Hvernig truflar hún ekkert ykkar starf? Nú þið eru með plan langt fram í tímann og eru líka að vinna svona, eins og við getum sagt að sé að hluta til að vera plástra en líka vera að reyna að horfa til framtíðar. Þetta ekki truflun fyrir ykkur? Haldið þið bara eitthvað striki, samkvæmt eitthvað plani og þangað til annað kemur í ljós? Já, við erum bara með gríðarlega farþegaaukningu á síðustu árum og erum ekki að ná að halda í við þjónustugæðin alls staðar í húsinu. Þannig að við lítum þannig á að við séum bara að vinna okkur upp þau þjónustugæði. Og ef þau skilaboð koma frá stórt félagsins eða eiganda á okkur í tímapunkti að við höfum að hægja á okkur eða huga að annarri staðsetningu, þá myndum við að sjálfsögðu gera það. En eins og staðan núna þá erum við bara að vinna okkur upp þau ár þar sem við höfum ekki verið þar sem farþegavöxturinn hefur verið umfram þar sem innviðirnir hafa náð að stækka. Þetta ekki auðvelt verk. Hvað með farþega ennþá talsverð fjölgun í farþegum? Það var metfjölgun í fyrra og í hitti fyrra. Það hlýtur að erfitt að fylgja þessu eftir. Hvernig eru nýjustu tölur í þessu? Já, auðvitað smá verið að hægja á vextinum eins og nú umtalað núna, en fyrstu 3 mánuði ársins 14,4% vöxtur á flugvellinum og ég held að það sé bara mjög gott á alþjóðaflugvelli og farþegar fyrstu 3 mánuði ársins í fyrra voru 1,5 milljón en eru 1,8 núna, þannig að það ennþá vöxtur hér, bæði í komun til og frá landinu og í skiptifarþegum. Og þið þurfið ásamt fleirum sem eru koma nálægt ferðaþjónustunni og sérstaklega hérna á Keflavíkurflugvelli að ráða fólk. Já. Þetta gömul saga á ný, en hvernig ganga þau mál núna? Það náttúrulega bara, atvinnuleysi lítið, það gríðarleg samkeppni fólk og við erum aðalega að passa að við séum mjög skemmtilegur og góður vinnustaður og hlúum að starfsfólkinu okkar. En þetta eitthvað sem mjög í umræðinni hjá okkur, bæði innan Isavia, Keflavíkurflugvallar og míns sviðs, að við þurfum að vera samkeppnishæf fólk og vera hér með skemmtilegt og spennandi starfsumhverfi sem ég tel að þetta sé alveg örugglega. Þið hafið verið að kynna aukningatölur sem í beinum störfum í tengslu við Keflavíkurflugvöll milli 450 og 500 manns á ári. Það var miðað oft við það að eitt álver myndi skaffa slíka fjölda starfa. Við erum að tala nýtt álver á Suðurnesjum á hverju ári núna og þeir að vera að tala áratug og jafnvel lengur, til 2030 allavega ef ekki lengur. Finnst þér bæði svona ráðamenn og bara fólk almennt í samfélaginu átt að segja á þessu hvað þetta mikið, hvað þetta svolítið svona ókvæðanlega mikið? Já, ég get náttúrulega ekki talað fyrir hönd annarra en ég held að í umræðinni þá þetta mjög oft, það eitt af því fyrsta sem kemur upp, það efnahagslegt mikilvægi flugvallarins í þessum störfum sem hann að skaffa. Bæði auðvitað beint hér í nærsamfélaginu á Suðurnesjum en líka bara í ferðaþjónustunni og flugmönnum, flugfreyjum sem geta búið hvar sem og öllum byrgjónum á þessum fyrirtækjum. Þannig að ég held að umræðan snúist oft byrja á efnahagslegu mikilvægi flugvallarins og mér finnst að það sé mjög svona upp á yfirborðinu en hvað var það sjálfan starfsmannafjöldan? Þá það líka spurning, það fer eftir hvaða útfærslum við byggjum í, hver verður áhrif sjálfvirknivæðingar sem að koma, hvaða þjónustustig verður hérna. Þannig að það kannski erfitt að segja nákvæmlega hver talan verður, en þetta alveg rétt að þetta gríðarlegur fjöldi sem þarf hér að vera til á flugvellinum. En auðvitað viljum við sem búa til sem mest að hátækni vel borguðum störfum hérna og það kannski áherslan hjá okkur líka í tækninýjungum og umbótum á flugvellinum. En þetta hefur gengið vel? Ég myndi segja það og bara eiginlega lygilega vel. Auðvitað við vitum vel að það hefur verið hér erfiðir mánuðir, erfið ár, sérstaklega í framkvæmdum, út á fasaskiptingum, umferð hefur verið umfram spár og það hefur bara verið mikil áskorun að takast á við það. En ég held að
þegar menn líta hér tilbaka eftir nokkur ár, þá verða labba allir bara mjög sáttir frá því starfi sem var unnið hér. Verið velkomin í Hljómahöll, þar sem fullkomin aðstaða fyrir árshátíðir, veislur, ráðstefnur og viðburði af öllum stærðum og gerðum. Við þjónustum þinn viðburð frá A til Ö. Nánari upplýsingar á hljómahöll.is. Urta Íslandika flutti hluta af fyrirtæki sínu á Básveginn í Reykjanesbæ í fyrra og hefur fyrirtæki verið starfrækt í Reykjanesbæ í ár. Húsnæðið var tekið í gegn og loftið meðal annars klætt með lerki frá Egilsstöðum og stemningin notaleg og heimilisleg. Við Básveg fer framleiðsla fram, ásamt því að vörum pakkað fyrir verslanir. Framleiðslan byrjaði í eldhúsi hjónanna Þóru Þórisdóttur og Sigurðar Magnússonar, en fyrirtækið hefur blómstrað á síðustu árum og því má þakka af stórum hluta til ferðamannastraumnum sem kemur til Íslands. Urta Íslandika hafnfiskfjölskyldufyrirtæki sem framleiðir úr íslensku jurtum og berjum, og við framleiðum jurtakrydd með norðursalti þar sem við blöndum við íslensku jurtum og berjum. Svo erum við að gera jurtasíróp, sultur og jurtate, allt með íslensku hráefni. Þú sagði mér áðan að saltið var mjög vinsælt og hefur eitthvað svör því hvers vegna það svona vinsælt? Ég held að það sé bara hvað þetta fallega umbúið, fallegar umbúðir og handhægar fyrir ferðamannin til dæmis. Íslenskar jurtir fá að njóta sínum vörum frá Urta Íslandika og þær tíndar vítt og breitt landið. Það er ýmsir sem að tína fyrir okkur, sem með hátt í 30 manns sem að tína bara hvar sem á landinu. Og þeir eru með bláber til dæmis og krækiber, hvaðan fáið þið bláberin? Bláberin er komið í fyrra aðalega norðan og eitthvað frá Vestfjörðum, en sáralítið af Vestfjörðum. Og svo það að framleiða líka keks til að fá með sultunum, ekki satt? Jú, við erum með svart keks sem er svolítið sérstakt, baka fyrir okkur á frón og við bætum út í það íslensku jurtum, saltinu okkar og reynum að nota sem mest íslenskt hráefni í keksi. Og það á við alla framleiðsluna, þeir noti íslenskt hráefni eða reyni það út í gegn? Já, það er eiginlega grunnurinn að þessu, þetta sé íslenskt og fallegt. Og hvenær hófið þið starfsemi hérna í Reykjanesbæ? Við byrjuðum þetta leyti í fyrra, apríl-maí. Þá datt inn hluti af framleiðslunni, saltframleiðslan. Tökkunni var þó áfram í Hafnarfirði, en í haust var eiginlega allt komið hingað yfir. Og hver vinsælasta varan ykkar? Það eru söltin og þá það black lava saltið, það er svona upp á útlitið, en svo það söltin sem hafa verið sett út í íslenska jurtir sem að gefur svona gott fyrir lambið og villibráðina. Og hvar seljið þið vörurnar ykkar? Í öllum helstu ferðamannaverslunum og í verslunum okkar sem eru hérna í Reykjanesbæ, Hafnarfirði og á Höfn í Hornafirði. Og það má nú eiginlega segja að þetta sé pínu leyndur gimsteinn hérna í Reykjanesbæ, ekki satt? Jú, það er svolítið okkar sem hefur verið svolítið hjá okkur að vera svolítið ósýnileg í byrjun, en kannski stækkum við út á við í framtíðinni. Marineraðar kjúklingabringur með 30% afslætti. Netto. Velkomin aftur. Í síðari hluta þáttarins förum við á listahátíð barna sem nú stendur yfir í Reykjanesbæ. Þá fáum við árnafréttir, en þar fer okkar maður og ræðir við fjölda ungmenna sumarvinnuna. Gulla, segðu mér aðeins frá sýningunni hérna í Dúshúsum. Já, nú erum við að fara af stað með þessa hátíð í 13. sinn, listahátíð barna. Og sýningin sem við stöndum inn í núna er sýning leikskólana í Reykjanesbæ, sem eru 10 talsins. Og á hverja hausti þá veljum við okkur viðfangsefni. Og í ár var það ekkert mjög svona áþreifanlegt. Í fyrra vorum við dýr sem var mjög áþreifanlegt. En núna er það börn víða veröld. Þannig að þetta var smá svona hausverkur hjá okkur hvernig við ættum að takast á við það viðfangsefni. Þó við höfum valið þá fannst það mjög spennandi svona í ljósi bara aðstæðina í heiminum. En þá vildum við setja fókusinn á það sem að sameinar börn víða veröld. Og niðurstaðan var sú að öll börn vilja hafa einhvers konar húsaskjól, heimili
og síðan eru þau öll börn sem sagt vilja hafa þörf fyrir eitthvað svona fjölskyldu, umönnunaraðila og síðan náttúrulega það leikurinn sem að sameinar öll börn alveg sama hvar í heimi þau eru. Þannig að niðurstaðan var sú að hér eru gerð hús, myndu búa til svona alheimsþorp með heimilum, börnum víða veröld sem leiðast hér meðfram veggjónum og síðan fengu þau að búa til flögg sem við eigum eftir að flagga hérna yfir þetta flotta þorp. Hvað undirbúningstímabilið búið að vera langt fyrir þessa sýningu? Í rauninni frá því haust. Við hittumst fyrst svona þegar ljósanótt búin, þá förum við að pæla þessu. Þá hittumst við á fundum, veljum okkur viðfangsefni og þá í rauninni hefst undirbúningstímabilið. Þau fara svona í leikskólanum unnið mjög mikil rannsóknarvinna, þau fara að kafa ofan í þetta viðfangsefni, stóra hluta og vetri og svo fæðist þetta svona á vormánuðum. Nú það allt úr endurunnu efni. Einhver ástæða fyrir því? Ég veit að bara leikskólinn hefur þetta svona mjög mikið inn í sinni vinnu að nýta allt eins og hægt og við sjáum frá þeim koma mjög mikið endurunnu efni og svo eru náttúrulega líka með grunnskólana og það svona bæði og þau eru kannski meira með nýrri efni við líka en þau eru líka einmitt að fást við þetta viðfangsefni. Og sýningin opin alla helgina? Sýningin opin til 13. maí og þetta bara, það verður að segja eins og þetta eiginlega vinsælasta sýningin í húsinu. Í fyrra voru hér 4.000 gestir sem að sjá þessa sýningu, þannig að þetta mjög skemmtilegt. Og hún opin til 13. maí og það ókeypis aðgangur. Og svo núna næstu helgi, 28. þá erum við með svona fjölskyldudag sem eiginlega svona kannski smá uppskeruhátíð. Þá hérna erum við hér með listasmiður og svolítið húllumhæ, skessambakalumur og gerum þetta svolítið skemmtilegt. Ætlar skessan að gera eitthvað annað en að baka lumur? Skessan, já hún verður allavega í lumónum og svo verður alls konar hérna fleira í gangi. Eins og sé það verður listasmiður, það verður tívolítæki hérna úti ef við erum vel á okkur. Það verður ratleikur hjá KFUM&K, skátarnir ætla að grilla pylsur og það verður Sirkus Íslands og dýrin í Hálsaskógi ætla að taka á móti krökkunum. Þannig að þetta verður mjög skemmtilegt. Hildur, segðu mér aðeins frá vinnuferlinu á leikskólanum. Já, það byrjaði svoleiðis að við fórum að skoða börn víða veröld og hvernig þau hefðu hvort við værum öll eins eða hvort ykkur væru öðri sem við og við skoðum fullt af löndum. Síðan var svona lýðræðisleg kosning, settum við öll nöfnin á löndunum ofan í bara hatt og dróum svo upp 4 lönd. Og löndin sem urðu fyrir valinu var Ghana, Grikkland, Ísrael og Japan. Og síðan voru þeim skipt í 4 hópa og hver hópu skoðaði eitt land og það var málað börn frá þessum löndum og teiknuðu og máluðu börnin og síðan teiknuðu bara í svarthvítu og ákvaðum að til að allir fengi að sjá hvað þau væri búin að gera að líma þau utan á húsið okkar sem múrsteinshús því að allir í öllum heiminum eru múrsteinshús. Við vorum búin að finna það út eftir að hafa skoðað heiminn og hvað börnin væru, hvernig þau byggju og svoleiðis. Svoleiðis að það var gert með því að hvað var í múrsteinn, hvernig hann liti út og við fundum það út að skókassar eru svolítið líki í múrsteinn. Svoleiðis að það var farið í að safna skókassum af heimilum og fengum hjálp frá skóbúðinni líka í Reykjanesbæ og safnaði fyrir okkur kössum. Svo eru tónleikar líka, ekki satt? Já, svo erum við með mjög skemmtilega tónleika á sunnudeginum í Stapanum og einmitt gott að geta vakið athygli á þeim. Þá var hugmyndin sú að þegar við hugsaum svona barnamenningu, við náttúrulega erum tónlistabærin og við fórum svona að hugsa tilbaka, einhver svona tónlist sem tengist börnum úr Reykjanesbæ? Og þá þarf nú ekki að fara neitt mjög langt aftur, ég náttúrulega til dæmis bráðung og þegar ég var stelpa þá hlustaði ég rosalega mikið á tónlist sem kom hérðan, til dæmis allar plöturnar með Ruth Reginalds. Og þegar við fórum að skoða það, þá náttúrulega Maggi Kjartans aðalmaðurinn þar. Þannig að við fórum að spá í þessa hugmynd, hvort við getum tekið þennan menningararf okkar sem barnatónlist og gert eitthvað úr henni. Og það var niðurstaðan. Tónlistarskóli Reykjanesbæjar, hann heldur tónleika á sunnudaginn í Stapanum klukkan 2 og Magnús Kjartansson verður með í þeim tónleikum. Og þar ætlum við svona að dusta rykið af okkar gömlu barnalögum og reyna að búa til svona skemmtilega pop tónleika. Þar sem við náttúrulega vonumst eftir fjölmenni.
Frábært. Ég held að börnum megi ekki eftir að leiðast hérna helgina. Nei, ég von ekki, eins og ég segi, ókeypis aðgangur og bara allir að gera að bregða sér á leik með börnunum. Ertu á leiðinni út? Það alltaf ódýrara að bóka bílastæði við Keflavíkurflugvöll fyrirfram á kefairport.is. Einfaldaðu lífið, tryggðu þér stæðið og borgaðu minna í leiðinni. Nú einungis nokkrar vikur í því að sumarfrí hefjist í skólum landsins og því þeir unglingar sem ætla sér að vinna í sumar farin að leita sér að vinnu. Ég ræddi við nokkra krakka í Reykjanesbæ hvað ætla að gera sér í sumar. Einnig spjallaði við Anitu Lind Róbertsdóttur Fischer, yfirflokksstjóra hjá Vinnuskóla Reykjanesbæjar, en hún segir okkur frá því hvað í boði fyrir ungt fólk í sumar. Ætlar þú að vinna í sumar? Já. Já. Já, ég ætla að vinna í sumar. Ég ætla að vinna í Nesfisk. Í bævinnunni. Ég ætla að vinna í krambúðinni. Það í trésmiðju verkstæði Stepp og Ara. Og hvernig fékkstu vinnuna? Mér langaði að vinna í fisk og afi minn þekkir fólkið sem sér Nesfisk. Ég sendi bara á Steppa, hann sko pabbi vina míns og ég sendi bara á hann og spurði hvort ég mætti bara ekki vinna hjá honum og hann sagði bara ekki máli sko. Ég fór í krambúðina í haust og sótti vinnu þar og fékk vinnuna og búin að vinna það síðan og svo að bæta bara við með vöktum núna í sumar. Og hefur unnið þar áður? Já, ég var í fyrrasumar. Hver þín reynsla í bævinnunni? Mér finnst bara mjög skemmtileg. Krakkarnir skemmtilegir, flokkstjórnir mjög skemmtilegir. Bara rosalega skemmtilegt. Nú unglingar að fara að velta fyrir sér hvað ætla að vinna í sumar. Hvað býður Reykjanesbær upp á fyrir ung fólk? Vinnuskóli Reykjanesbæjar býður upp á vinnu fyrir bæði ungmenni í 9. og 10. bekk og ungmenni á framhaldsskólastigi. Sumrinu hjá 9. og 10. bekk skipt í 2 tímabil, A og B tímabil, sem hendar mörgum mjög vel, bæði íþróttakrökkum og þeim sem eiga leið í ferðalög og þess háttar. Og ungmennum á framhaldsskólastigi boðið upp á að vinna í bæði júní og júlí. Af hverju viltu vinna í sumar? Bara til að fá pening og reynslu og svo lítur alltaf vel út að vinna í fisk. Ástæðan okkur vildi sko vinna hjá honum að því að ég að fara í húsasmiðjubraut í FS og ég vil fá svona reynslu og svona. Ég að reyna að safna með pening. Og hvað ætlar að gera af peninginn? Ég ætla að kaupa með bíl. Peningurinn fer örugglega bara til útlandaferð. Ég að fara út í sumar. Ég ætla að leggja bara mest megni til hliðar sko og ég restin í fötu eða eitthvað. Ég ætla að nýta hann vel sko, ég var að pæla að kaupa tölvu. Ég veit hvað allir krakkarnir eru að hugsa. Hvað borgar mikið á tíman og hvað vinna þau lengi? Vinnutíminn frá 8 til 4, mánudaga til 50 og frí föstudaga sem að margir eru mjög ánægðir með. Launin hjá 9. bekk eru í kringum 700 krónur og milli 700 og 800. Sumrinu hjá 9. og 10. bekk skipt í 2 tímabil, A-tímabil og B-tímabil. Nánari upplýsingar dagana, dagsetningar hægt að sjá inn á heimasíðunni. Sumarið hjá ungmennum á framhaldsskólastigi svoleiðis að þau vinna bæði í júní og júlí en sami vinnutími gildir, sem sagt frí á föstudögum og unnið 8 til 4 mánudaga til 50 daga. Í hverju felstu vinnan? Vinnan felst í því að halda bænum hreinum og fallegum. Fólki á framhaldsskólastigi býðst að fara í svokallaðan blómahóp og slátturhóp þar sem þau gróðsetja blóm í bænum og slá tún allan bæ. A-tímabili eru haldnar svokallaðar verknámsmiðjur fyrir nemendur í 9. og 10. bekk þar sem að þau fara 2 daga í Fjölbrautaskóla Suðurnesja og fá að kynnast ýmiss konar iðngreinum sem við höfum mjög gaman að í fyrra. Ætlarðu að halda áfram eftir sumarið? Já, ég stefna það allavega. Nei, það var ekki planið. Já, ég ætla að reyna það. Ekkert erfitt að vinna ofur í skóla? Getur alveg verið erfitt þegar það mikið að gera í skólanum en ég reynir samt að vinna eins mikið og get svo það hafi ekki nein slæm áhrif á skólan samt. Og ertu að gera eitthvað annað með vinnunni? Já, ég að æfa á fullu. Og ekkert erfitt að æfa og vinna? Vonandi ekki, ég hef aldrei prófað þetta. Fá allir sem sækja vinnu eða takmarkað pláss? Það viss fjöldi sem að kemst að á hvoru tímabili en annars efast ég að nokkrum sé neitað vinnu hjá okkur en það takmarkaður fjöldi í blómahóp og slátturhóp en að gera bara að vera fljóta að sækja og koma til okkar bæfinna.
Hvað þetta að sækja Sóttir á heimasíðunni vinnuskólinn.wordpress.com en einnig hægt að hafa samband við Berglindi Ásgeirsdóttir, garðyrkjufræðing og yfirmann bæjavinnunar varðandi frekari upplýsingar. E-maili hennar stendur inn á heimasíðunni ásamt launum og dagsetningum á tímabilunum. Einnig erum við með Facebook síðu þar sem hægt að fylgjast með fyrir- og eftirmyndum og öðrum fréttum af vinnuskólanum og mæli með því að kíkja þangað inn og skoða það sem við erum að gera þannig í vinnuskólanum. Veistu hvernig með önnur sveitarfélög á Suðurnesjum? Það með svipum hætti og hér í Reykjanesbæ? Nú ég ekki alveg með það á hreinu en ég hugsa að sé með svipum hætti. Ég ekki klár á því hvort að þau bjóði upp á samstarf með leikskólum og íþróttafélögum eins og við gerum hér í Reykjanesbæ. Krökkum hér býðst að fara að vinna á leikskóla fyrir sömu laun og þau fengju hérna í bæjavinnunni og sama gildir með íþróttafélögin. Hefur eitthvað ráð fyrir unglingar sem að leita sér vinnu en náðu ekki alveg? Voða fá en örugglega að sækja bara hjá sem flestum. Ef þú þekkir eitthvað vin eða fjölskyldumeðlim eða eitthvað svoleiðis þá kannski getur það hjálpað og líka að vera með einhverja reynslu hjálpar alltaf til. Hvet bara alla til að við farum í vinnu sko, gaman að vinna og gott að fá reynsluna sko. Mælirðu með bæjavinnunni? Ég mæli einstaklega með bæjavinnunni. Sérstaklega fyrir krakka bara sem vilja hafa skemmtilegt sumar og græða smá pening í leiðinni. Eitthvað að lokum sem þú vilt koma á framfæri? Mín reynsla í bæjavinnunni ekkert nema góð. Ég hef unnið sem flokksstjóri í 2 ár. Næ alltaf góðu sambandi við krakkana í mínum hóp. Við höfum gaman að því sem við erum að gera, að vera úti í sólinni flesta daga. Við leggjum mikinn metnað í það sem við erum að gera og reynum að hafa gaman að. Á báðum tímabilum haldin fyrir og eftir myndakeppni og í verðlaun pítsuveisla á langbest þar sem að krakkarnir leggja mikinn metnað í að gera flottar fyrir og eftirmyndir og hafa gaman að því að vinna og fá pítsuveisla á langbest. Annars hvet ég alla nemendur til þess að sækja og koma í bæjarvinnuna. Þetta mjög skemmtilegt og mikil reynsla og góður byrjunarstaður fyrir ungt fólk að byrja að vinna. Leið og við þökkum ykkur fyrir áhorfið í þessari viku minnum við á aðra miðla Víkurfrétta. Vikulegt blað okkar sem dreiftir inn á öll heimili á Suðurnesjum á miðvikudögum og fimmtudögum. Vaff.is með fréttirnar frá Suðurnesjum alla daga vikunar og Kylfingur.is með alla golffréttirnar alla daga ársins. Þennan þátt og eldri þætti Suðurnesja Magasíns getið þið líka séð á Víkurfréttasíðunni vaff.is. Þið getið horft á hann í símanum, spjaldtölvunni eða í tölvunni. Þá viljum við minna á að prentútgáfa Víkurfrétta, blaðið okkar sem hefur verið gefið út síðan 1980, hægt að nálgast á tímarit.is. Allur pakkinn frá upphafi útgáfunnar. En þangað til næst, verið sæl. Sæl. Lúxus lambagrillsneiðar í marineringu með 50% afslætti. Netto.